haldast þessi net ráðtælinn sem við erum með fyrir K10. En það virðist styrkar með það. Já. Hvað láttu eftir það? Þetta yfirleitt svona 20 seka sem eftir. Þannig að við byrjum að tala núna. Er þetta samt í syngi við? Já, fólk sé bara að við væri fyrir ykkur. Það aðeins eftir en samt þið bara lýst vera venjulega. Míkrafónin komin í gang, heyrist mér. Já. Við slökk á hrossunum. Við heyrum bara í svona 20 sekúndum seint sko. Sorry. Já, verið velkomin með okkur í leik K.A. Völsungs. Við erum cirka 20 mínútum og seinir í gangi hérna, en vonandi þetta í lagi núna. Já, við komum hér til leiks þegar staðan var 1-0 fyrir K.A. En það var hann Áki sem skoraði mark K.A.-manna eftir að K.A.-menn sluppu í gegn og Halldór markvörður Völsunga varði vel en Áki náði frákastinu og kom honum í markið. Já. K.A.-menn eru nú búin að vera töluvert sterkar í þessum leik en Völsungur fengu svona þokkalega hættuleg færi áðan eftir hornspinnu og aukaspinnu. En við skulum kannski bara renna stuttlega yfir liðin, en í K.A.-liðin í dag Aron í markinu, Ívar í vinstri bakverði og Fannar og Davíð hafsendar og Daniel í hægri bakverði. Á miðjunni eru Tómas og Bjarni með Petta í hólunni. Á hægri kanti Frosti og vinstri Rangantýr og frammi Áki. Í liði gestana þá hann Halldór Árni í markinu, Ófjör Óskar í hægri bakverði, Freyþór og Bergur í miðjunum og Sigvaldi í vinstri bakverði. Á miðjunni Guðmundur Óli og Bjarki með Óla í hólunni og vinstri kantur Ágúst, hægri Atli og frammi Rúnar Þór. Akkurat. Tveir fyrrandi K.A.-menn í liði Völsungs í dag. Jú, það rétt, Guðmundur Óli sem núna með boltan og Bjarki, Sjálfey Baldvinsson sem einmitt liggur núna aðeins eftir, eða stígur við allavega. Flestar sóknir Völsungs virðast byrja svona með Guðmund Óla með boltan og hann á að reyna að finna eitthvað. En K.A.-menn að sjálfsögðu þétti fyrir eins og Túfa vill hafa það. Hér sjáum við Óla einmitt með smá bras. Pettik kemur með erfiðan bolta sem Halldór tekur. Hérna kemur Guðmundur og sækir boltan. Leitar eftir löngum. Reynir að finna Ófjör Óskar en hann rétt missir boltan. Og Hangandi kerur boltan en Freyþór kemur honum. Hann fer af K.A.-mönnum og Völsungsmenn eiga innkastið. Jóhann Kristinn með nýtekið með Völsungi núna eftir að hafa verið 5 ár hjá Þór K.A. Þannig að það ættu allir að þekkja vel til hans, bæði hér á Akureyri og Húsavík. Hérna Bjarki með boltan. Finnur Atla. Atli gríðarlega efnilegur strákur, fæddur 2001. Völsungsmenn leysa vel úr pressunni hérna. Ég sá Sigvaldi að fá hann á vinstri kantinum. Kemur með fínan bolta fyrir, en það engin græn til þess að taka boltan. Og hér kemur skyndisókn. Bjarni finnur Petta. Allalaust hinum megin og Petti kemur settinguna en hún ekki nógu góð. Og Sigvaldi kemst í boltan. Liðin skiptast á að sækja hratt og hvort annað núna. Mikið fyrirstendingar. Þannig reynar að róa þetta niður en Völsungsmenn pressa hátt. Glöggir áhorfendur taka eftir því að Fannar ekki markmannsönskum í dag. Hann hefur ákveðið að færa sem set og spila núna í miðverði. Ekki allir markmenn sem geta gert þetta auðveldlega, fært sig úr markinu yfir í að vera útileikmenn. En Fannar auðvitað gríðarlega góður í löpunum.
Káamenn fá hornspinnu hérna. Ágætis sprettur á Frosta. Þeir eru svo sem ekkert sko. Herja, kemur góða bolti hérna á gullfótunum og það Fannar! Markmaðurinn sjálfur sem kemur inn fyrir. Þarna vantaði upp á dekningunni á grænum. Og Káamenn eru því komin í 2-0 yfir. Hér fá endsynningu, hérna kemur góðu bolti á Petta. Það enginn á Fannar hérna, hann gleymir sér hann. Ég sé ekki hvað, það þetta Freyþór sem gleymir sér hérna í dekningunni. Og Káamenn eru komin í 2-0 yfir. Ási Gísla þurfti að benda Fannar á að það væri hans fyrsta mark fyrir Káa. Ja, hann hefur nú skorað einhver yngri flokkunum eða ekki? Ég gerir ráð fyrir því. Ég man ekki betur en ég hef séð hann allavega einu sinni á Húsavík kom inn á í 3. flokki og farið í strækirinn. Skulum gefa Ása það hann að vera að meina meistaraflokksmann. Já, jú. Herri, hérna Bruna Frosti upp hægri kantinn. Og Halló Káan, hann fer tilbaka. Finnur nú loks Tómas. Tómas snýr á. Já, vel gert til Tómasi. En ekki alveg nógu góð sending og Atli kemst í boltan. Já, Elisa vel á persónu völsugarnir. Bjarki hérna með boltan. Finnur Sigvalda. Atli vill fá hann inn fyrir. Hann sennilega rangstæður. Jú. Arnar augað. Þetta var líklegast rétt. Við sjáum að Völsungar ekki hræddir við að spila boltanum út í vörninni. Nei, Jói hefur nú verið þekktur fyrir það að vilja spila svona total fútból. Já. Og þarna vilja spila frá marki. Hefur ekki bara gert það með Völsungi áður en hann fór yfir Þór K og líka spila mikið með þeim frá marki. Við erum ekkert að bjóða upp á kick and run fótbolta hérna í kvöld. Nei, enda 2 stærstu félög Norðurlands að mæta hér. Laugrétt. Guðmundur Óli skilur boltanum vel. Vildum sennilega fá aukaspyrnu hana. Horfir á Dodda en fær ekki neitt. Óli Bró fær hérna boltan. Týri, góða baráttu vinnur hann af Óla. Bjarki brýtur á hennum. Guðmundur Óli ekki ánæður hérna og lætur Dodda aðeins heyra það. Doddi lætur sem hann heyra það ekki. Þetta er ekki fyrsti leikur sem Doddi dæmir. Og ekki á Guðmundur Óli heldur. Nei. Þannig að hann kann eftir kauða. Guðmundur ekki þekktur fyrir að liggja á skoðunum sínum inn á vellinum. Mér sé nú tötsanni á Danna og markspyrna er það. Kámi fara óval á Völsungu og ætla ekki að leiða með spil út. En þeir gera það samt. Hann tekur hann við hann vinnu, þetta er nú ólögleg markspyrna. Það var skynsamlega gert fyrir Freyþóri, hann sá hann að pressan var að koma en hann gef mér það, hann ætlaði að vera skynsamur og taka bara inn í tegnum. Þetta var reynsla alla leið. Bjarki og Bjarni fær inn upp skallabolta. Köllum þetta jættefli. Og Ívar vinnur hérna boltan á Atla. Góð vörn hérna Ófi. Þetta er gaman að sjá. Dæmir innkast. Bjarni flaggaði hérna innkast. Sem Káamenn eiga. Óli vinnur hér boltanum miðunni. Spilar hann aftur á Bergi Ómunds. Bergur missa hann aðeins frá sér en bjargar þessu fyrir hótt. Góð barðarni Ágústi vinnur boltan vel. Bræðar að flækjast eitthvað fyrir hverju öðrum aðna og Petti vinnur boltan. Bjarni keyrir hérna upp, finnur vinstri megin og Angati. Er hann fyrir innan? Nei, hann er ekki fyrir innan. Angati ræðist hérna Ófeg fyrir á hægri. Nú tekur hann að hæl fyrir. Og hann finnar boltan fyrir. En Bergur Jómunds
Það var réttum stað. Utan út af snutta hérna Óla. Völsungarnir ætla að sækja hratt á því hérna. Allt opið vinstra megin. Bjarki finnur hérna Ágúst. Hann finnur Rúnar, bróður sinn. Rúnar, þeir senda bara hvern annan. En Fannar. Virkilega gert til Fannari. Herru, já. Káminn eitthvað staðir svona fram, það er ófært vel, sittur Ívar, hann gerir þetta vel. Hefni enn skyndisóknina hérna, Angantýr keyrir upp. Alla á hælunum og Freyþór kemur á móti. Þetta innkast. Góð vörn. Ég held að sé rétt verð. Danni vill fá hann út. Fær hann. Og sleppur með þetta. Svo er Halldóri markverði vörn. Það er stundum smá rikkaður í uppspilinu vel. Rúnar keyrir á þá. Davíð. Bjarni kemur háan inn. Sitt úr hornspinnu. Þetta að taka hornspinnuna fyrir. Hérna algjörlega laus, hann skrúa og skallaði á sig. Skallaði hann í burtu. Já, skap. Gensefnir hérna. Bjarka. Horfi gjarnan á hann er þessi. Hann er að reyna að kveikja mönnum hérna. Guðmundur Óli enn og aftur komið um boltan. Leitar að sendingunni, kemur háan bolta hérna á Ófeig. Ófeig ræðst og Ívar en Ívar næður skallan. Jói vill fá Völsungslið ofar. Óli býður sig, tekur hælsendingu hérna sem klikkar. Og Davíð kemur langan út úr vætsvæðinu. Já, Týri vinnur hérna boltan á Guðmundi. Nú er tækifæri til að sækja hratt. Áki kemur hérna boltan, Freyþór nálgast hann. Sendingi kemur fyrir. Og Tommi er á fjárstönginni, leggur hann út. En Óli kom tilbaka. Nei, herðu, þetta var ekki. Jarni var rótið þannig að steiga á boltan. Já, en nú ættu gullfóturinn vinnur boltan. Og herðu. Þetta var, ég hef séð Petter skjóta fastar en þetta. Hann síndi ekki alveg þannig af hverju hann fekk við henni gullfóturinn. Nei, það þarf að breyta því kannski. Já, góð snerting hérna hjá Rúnari. Guðmi með boltan. Bjarki finnur Óla. Þarna. Þetta er hugmyndin. Ívar lesa þetta vel. Já. Og það er brotið á honum. Já. Bjarki ákveður vera bara skynsamur og stoppa þetta. Þeir sem fylgjast með geta endilega tekið þátt í umræðinni á Twitter og við erum að nota miðlumerkið KVOL. Þannig endilega að taka þátt, það eru margir að setja inn alls konar kommentar inn. Skulum reyna að fá það til að trenda. Já. Hennui! Það var snirtilega gert en Ófegur, hann var tilbúinn að bakka upp félagann. Vel að verði þannig. Davíð kemur skiptingunni yfir á Frosta. Frosti, nær honum ekki. Þess má geta að kollegi okkar er þannig hinum inn á línunni. Birgir Þór Þrastason, en hann lýsir einmitt körfuboltaleikjum Þórs á Þór TV. En hérna er eitthvað klúður. Boltinn er fastur upp í netinu. Ég sýndist hvað, var þetta ekki Dóri sem kastaði honum í netið? Nú er smá reikistefna hérna. Það vilja allir fá að reyna. Ég sjáum Alexander, hann hefur byrjað að æfa aftur eftir 9 ára hlé og auðvitað bjargar hann málunum, Lexi bjargar málunum. Gaman að segja frá því að Alexander hætti hérna fótboltaiðkun eftir 3. flokk en hann tók fram skóna og hanskana núna í vetur og það verður gaman að sjá hann vonandi í dag. En Káminn hefur núna innkast, það er Daniel sem tekur innkastið. Og er eftir með að finna lausan mann. Vel gert þarna, er þetta ekki Bjarni. En Völsungar vinna boltan. Óli með erfiðan bolta.
Fannar hérna, finnur Ívar á vinstri kantinum, þetta getur verið hættulegt. Ívar fyrir yfir á hægri. Já, spila aftur yfir á Aron. Aron, hann er einmitt mikill fiskimaður, hann vil helst bara fiski öll mál. Enda er hann sterkur og stór strengurinn. Petti fær boltan á miðunni en góð vörn hjá Óla. Guðmundur á leitn á miðunni. Finnur Ófeig. Ófeig finnur Bjarka. Fannar les þetta vel. Ja. En ekki var hann góður þessi. Róast yfir leiknum núna. Völsungar komnir aðeins meiri í þessu lungubolta. Herðu, vel gert hjá Rúnari. En skotið var ekki alveg nógu gott hjá honum. Ég sé að Völsungarnir vilja pressa KM-mennina, vilja ekki leyfa þeim að spila út. Hvað segir þér þessar fyrstu mínútur, Almar? Fyrstu mínútur, fyrir hálfleikinn? Fyrstu 40 mínúturnar? Já. Það er, já, eins og ég segi, KM-menn búin að vera betri. Fá aðeins fleiri færi og svona, en Völsungar er að selja sér dýrt og hérna, þeir gætu alveg tróðið í mark. Þeir hérna sjáu góðan bolta frá Bjarnar. Vel niður fyrir komið skot, sendingu þarna fyrir. Ágætlega núna. Glöfur. Rænar treyfur inn í box. Ennur þarna. Það er engin mættur hann. Já, Petti enn og aftur brotlegur. Guðmundur Óli, góður spilnumadur. Áttu nú eina hættur. Akkurat. Þannig að nú vil ég setja hámennina, Bergur ætlar hann ekkert að fara inn í. Jæja. En þetta er örugglega í hendurnar á Aroni. Og hann sparkar honum beint upp í loftið. Þannig að Aron er ennþá að venjast höllinni eftir sumarið. Jú, það er rétt. Þannig að þetta þýðir það að Völsungarnir fá innkast. Herru, hérna svækjaði hratt Áki. En Halldór öruggur í markinu. Bergur ætti nú verið fínu standi eftir rjúpnavertíðina. Búinn að skiptur hann við, kemur lélega ekki vörninni hjá stæðingunum. Já, það var helst að virkilega fín skipting. Rétt að stað til þess að herðu boltan. Bergur ber upp boltan hérna. Jú. Frá skallaði við 2. Inn. Fyrir fram með sig. Já. Eitthvað. Sigvaldi er nú vörn hérna hjá Bjarki eins og en snöggur er honum. Já, vel gert. Petti komin að inn á mark. Rángstaða. Það er dæmt rángstaða. Petti er mjög ósáttur með þetta og sennilega heldur því fram að Frosti hafi verið fyrir aftan hann eða hann tekur sendinguna. En við erum bara í... Við verðum að treysta Bigga. Já, við erum ekki alveg í stöðu til þess að segja til þetta. Já, hérna voru Völsungarnir aðeins litnir og KM-menn eru hérna 4 á 4 og Áki fyrir yfir vinstri en Freyþór stopp. Ákvað því sem núna. Já, lifnaði hérna yfir færa hana. Það er rétt. Ívar steig óvart aftan á hann. Kemur hérna bolti frá Guð og boltinn fer hérna upp á Týra. Týra gerir þetta fallega en Ófegur er mættur. Ívar fer hérna pínu seint í hann. Fer nú að styttast í hálfleikinn. Ætti nú bara að fara að skella á. Freyþór kemst henni inn í boltan og finnur Atla. Atli reynir að taka Tom á. En ákveður að kemur sér hérna á milli þeirra og finnur Guðmund í lappir.
og föður fæði boltan, sendir hann aftur tilbaka á Guðmund. Guðmundur finnur örugglega langa sendingu núna og finnur hér Ágúst hinum megin, en vel gert hjá Daniel. Og Davíð hreinsar sér burt, beint á Petta. Petti reynir að finna Áka. Erfið sendingin, Áki nær honum og Áki fer í fyrirgjöfina, en hann fer beint í hnakkan á Bergi. Það er verið að dæma hendi hérna. Þetta var klaufalega gert, vægast sagt. Boltinn fer hérna aftur í hnakkan á Bergi og fer svo í grasið. Freyþór ætlar að taka á móti honum en fær hann upp í höndina. Og vítaspyrna er dæmt. Það var Biggi sem flaggaði þessa vítaspyrnu síns mér. Já, hann var í beinni línu við þetta og ég hugsa að það hafi verið rétt dæmt hjá hann. Það var allavega lítill sem engin mótmæli að hálfu Völsunga þarna. Þannig að spurning hvort Áki kemur KM-unum núna í 3-0 fyrir hálfleik eða verður Halldór hetja hér. Halldór verð þetta glæsilega varðið á Halldóri. Þetta var ekki frábær vítaspyrna hjá Áka, en enga síður vel varðið. Já, flott varsla hjá Halldóri. Hann mitt kom í gennum múlingastarfi í Völsungi. Er ekki frá því að ég sé búinn að kjána honum eitt við að treði hérna í markinu. Hann mjög líklega allavega að varði víti frá þér einhvern tímann. Nei, ég lét hann nú einu sinni í 7. hálfleik, hann var útileikmaður og tók þátt í vítaspyrnukeppni sem útileikmaður. En hann vann hana því miður ekki. Þetta kemur hérna frábær sending og enn aftur er KM hættulegir í hótspyrnunum, en Davíð skattar hana yfir, ósáttur við sjálfan sig. Það var fín hótspyrna hjá Petta. Spurning hvort að Völsungur nær einn í sól. Það var hann Doddi flautar til hálfleiks. Hann er farið að líta á klukkuna. Já, hann er að fara að flauta núna. Já. 2-0 í hálfleik. Áki og Fannar með mörkin. Og KM búinn að klúðra einni vítaspyrnu en rétt í blá lokin. Já. Myndir segja að það verið sanngjörn fórustað? Já, ég myndi segja það. KM hafa svona yfir heildina verið öflugri og fengið fleiri færi, en Völsungarnir hafa verið svona nálægt í ofta sleppi gegn, en einhvern veginn hefur síðasta sendingin eða síðasta hlaupið ekki alveg komið. En þeir áttu þarna eina hættulega aukaspyrnu snemmi í leiknum sem Ólafur Jóhann tók, en það varði vel í horn. En annars er þetta svona, já, nokkuð sanngjarnt held ég. Já, ég er sammálaður. Verður sennilega ekki mjög langur hálfleikur. Nei. Þannig að við kannski bara Túfa og Jóhann Kristinn svona aðeins að reyna að laga ýmsa hluti hérna í hálfleik. Sjáum hérna allir með svarabekkinu á Völsungi. Kletturinn er þar, vonandi fá að sjá hans breyta sig í seinni hálfleik. En hann er svona í þann mynd að fá held ég styttu af sér fyrir utan Húsavíkurvöll. Hér erum við líka að tala um Ásgeir Kristjánsson, en hann er einmitt markmaður í handboltanum hjá KA í 3. flokki, held ég alveg örugglega, þessi 3. flokkur. En hann er líka efnilegur fótboltamaður og mjög fljótur, svona sókndjarfur leikmaður. Svo er Gauti Guðbjörnsson líka, ég held að hann hafa nú verið í yngri flokkum í KA. Þannig að það er nú alls konar tengingar þarna. Doktor er hérna, skoða aðstæður. Doktor auðvitað stjórnar félaginu á baku tjöldin. Já. Megum við búast við einhverjum breytingum í seinni hálfleik heldurðu? Ég held að liðið munu halda sig við sama lið í byrjun og svo fara kannski fljótlega að koma skiptingar, að nú er einhverjar þreyttafætur. Já. En svona ég reikna nú að KA reyndar spili svona mikið á sama liðinu helst út allan leikinn. Það er ekki með marga varamenn allavega. Nei, þannig að þeir þurfa þá allavega að gera það.
en ég kem ekki á óvart að kemur kannski skiptingar fljótlega hjá Völsungum. Já, það er svona líklegra að við sjáum einhverja breytingar þar. Kannski ágætt að minna fólk á leikinn sem er á laugardaginn. Jú. KA spila þá annan leik gegn Erkifjendunum í Þór. Já. Klukkan 3 hér í Boganum. Já, mikið rétt. Svona smá jólabolti. Já. Fyrir jólafrí. Þannig að það er að gera að skella sér svona á þann leik fyrir alla jólavertíðina. Fyrsti leikur Lárusar Orra gegn KA eftir hann tók við á ný. Já. Verður fróðlegt að sjá hvort að hann er komið með einhverja breytingar í þetta Þórslið sem voru svona upp og niður í sumar. Já, náðu sér svona fóru á rönn og mistu það og fóru svo aftur á rönn. Þannig að spurning hvort þeir verða kannski að ná einhverju stabiliteti með Lárus Orra. Já, sem fekk bróðið sinn til liðs með sér, Kristján Örn, sem á að vera spilandi aðstoðarþjálfari. Jú, örgulega. Herra, nú erum við bara að fara að byrja aftur. Jói og Túfa búnir að hamra á sínum mönnum. Hvað á að gera í seinni hálfleik? Mér sýnist engar breytingar hafa orðið í hálfleik.
Jú, það er ein breyting. Alexander Gunnar kemur inn í markið á Völsungunum í staðinn fyrir Halldór Árna sem varði víti, flott víti að ég undir restina. Og eins og ég segi, ég er mjög spenntur að sjá Alexander á ný á vellinum. Dotti er mættur með boltar, þannig að þetta getur farið að byrja. En það er Áki sem ætlar að taka upphafsspinnuna hér í seinni hálfleik. Þannig að leikurinn farin af stað. Völsungsmenn byrja hérna bara strax á pressunni. KM leysa vel úr henni. Tómas fær boltinn hérna hægri megin. Og Áki missir hérna á honum. Fannar kemur og það er dæmt hendi á hann. Mér sýnist að Daniel og Tómas hafa skipt stöður. Daniel komin inn á miðuna og Tómas fer niður í hægri bakvörðin. Og Bjarki þarna missi boltan, vel unnið á Bjarna. Týri þarna finnur Petta í fætur. Petti skilar honum aftur á Davíð sem kemur með langa skiptingu þarna. Frábær skipting. Vel gert þarna Áka. Og kemur bolta fyrir og Freyþór kemur sér fyrir. Petti kemur honum hérna á Tóma en Tómi missir hann klaufa það vel unnið hjá Ágústi. Ágúst klikkar hann á sendingunni og enn fer í pressuna og tekur hann. Völsungar ætla að selja sér dýrt hérna í seinni hálfleik og er konið bara í pressuna. Já, en vinna boltinn hérna, Guðmundur Óli fær hann á miðunni. Finnur Ágúst í fætur. Ágúst ræðst hérna á Tóma en Tómi gerir vel í vörninni. Daniel nær ekki bolti á honum þarna. Og jæja, nú ætlaði KM að breyka. Kloppið þarna en Guðmundur Óli reynir að bjarga sér. Þetta er aukaspyrnu á Guðmund þarna. Guðmundur Óli er ekki að kaupa það. En held að þetta hafi samt verið rétt, hann krækti aðeins í Danna hana þegar hann var að reyna að standa upp. Já. Fannar fær hérna bolta vinstra megin. Kemur með langan bolta á Týra. Enn og aftur finna Týra hann á vinstra kantinum. En Freyþór er mættur til að stöða þetta. Ívar kemur hann með innkastið á Týra. Ívar leikir með Dalvík Reyni síðast sem eru góðu kloppi hérna og Týr gerir þetta vel en missir hann út af. Vantaði þarna 1 metr eitthvað til þess að missa hann ekki hann út fyrir. Ágætis brettur á Týra. Það er kraftur í honum. Alexander býr sig undir að taka markspinnuna. Hann neyðist til þess að taka eitt langan. Kemur langan bolta fram. Hann er með hæðina á bóganum alveg á hennu. Já. Já, Völsungar missa þarna boltan á miðunni. KM spila sér vel út úr þessu. Færa hann hérna yfir. Davíð reynir að finna hómbolta inn fyrir en Bergur er mættur á réttan stað. Chipparum hérna örgulega yfir á Ágúst. Ágúst nýr sér með Tóma í bakkinu. Stígur hérna þess að boltanum missir á honum en nærum aftur. Fær aukaspyrnuna. Tommi fullæstur hana. Já, Tommi meittur. Er eitthvað meitt sér við þetta. Erfiður bolti hérna í Gumma sem er beint á Týra. Petti með góðan bolta yfir á Ívar. Ívar kemur með krossinn en Sigvaldi er mættur. En aftur eru Völsungar að missa boltan en á illa Halldór núna og Petti gerir þetta vel en lendir á vekk hérna. Það sér aðeins svo mikið. Já, hefði mátt skjóta fyrr. Völsungar eigi erfiðleikum með að spila honum út núna. KM pressa stíft. Já, ágætis pressa hjá KM-unum.
En þeir eru eins og ég sagði í fyrra hálfleik óhræddir við að reyna að spila út úr þessu. Þótt að gangi ekki alltaf alveg upp hjá þeim. Til dæmis var Káa hérna innkast. Það fóru nú ekki nógu margir saman í pressunum en það Völsungi aðeins litnir. Og fá þarna aukaspyrnu. Atli fór þarna aðeins Ívar. Mertan vel með tökkunum í læri sýnist mér. Já, Ívar fann fyrir þessu. Það þarf svolítið mikið til þess að láta hann finna fyrir ykkur. Já, hraustur drengur. Hann vill helst bara láta kalla sér Dens held ég. En Bjarni kemur hérna með góða skiptingu yfir. Frosti ræðst á þá, finnur hann Danna. Við sjáum Petta með mann í bakinu. Leggur hann hérna á Tomma sem eru fyrir innan. Þetta er klaufalegt. Vel spilað en Tommi hérna með alla línuna fyrir fram að segja en er dæmdur rángstæður. Petta er ekki alveg hann snöggur í skotunum í fyrra hálfleik. Nei. Og enn og aftur eru Völsungur að missa hann stórhættunum stað. Og það er annað víti. Og þá er það hvað ætlar ágætt að taka það aftur? Já. Það er ágætt að taka aftur. Þannig að það er spurning nú, við komum ný markmaður. Alex kom hérna, fór mjög ákveðin í þetta en hver tók hann niður, mástu það? Hver tók hann niður, hver fiskaði vitið? Týri. Herru, og það er aftur ef varið. Frá Áka. Hann er ekki hrættur með sjálfu sig. Ég held að Völsungarnir þetta bara farið hérna að taka mig niður þegar... Já, þetta er kannski ágætislaust. Vel gert þarna hjá Tomma. Tommi Petter aleitt hann á miðunni, Völsungarnir seinir. Tommi er að lendi svolítið að fá spörk núna. Völsungarnir er ákveðnir. Áki sleppur núna í gær. Getur hann bætt fyrir mistökinn. Leggur hérna út. Erfitt skot hana með vinstri frá... Já, er þetta ekki Danni? Jú. Jó, þeir eru mjög svipaðir svona aftan frá Danni og Bjarni. En ólíkilega framan. Já, þeir eru... Báðir fjallmyndarlegir reyndar. Já. Jó, vill fá meiri kraft í sína menn, segir hann. Týri reynir hann aðeins svo mikið og missir boltan. Hann og aftur mistækt Völsungum að spila út úr þessu en fá innkastið. Vonandi geta það þá núna slaka aðeins á og haldi boltanum. En KM pressa á mjög hátt, þannig að það er erfitt að spila út úr þessu. Og Fannar og Davíð hafi staðið sig vel hann í miðverðunum að leysa það sem kemst í gegn. Já. Þessa sem eru yfirleitt háir boltar. Já, sem henta þeim náttúrulega ágætlega. Já. En hérna er eitthvað opnast. En erfiður bolti sem Aron handsamar auðvitað. Jæja, Völsungarnir reyna að pressa. En aftur er allt og langt á milli fremstu og öftustu línu. Þarna Aron kemur með góðan bolta. Tommi hérna fer upp völlin. Finnur ekki neina sendingu. Fær brotið sennilega, já. Það er aukarspunni á hættulegum stað. Spurning hvort það, mér finnst Petti alltaf að gera sér líklegan. Hún langar allavega. Já. Petti vildi sennilega fá að taka bæði vítin en Áki var sennilega á blaðinu. Já. Fyrstur. Blaðinu góða.
Petti var reyndar ekki eins og á því blaði, þannig að En Danni nú að gera þessi líklegastan hérna, nema Petti ætla að taka með vinstri. eða utafóta snuddu. Já, þannig að þetta sjálfsögstu gífulegt hjá Petta þessa dagana, þannig að það kemur svo mikið óvart að myndi reyna eitthvað þannig. Ég sýnist að Danni ætla að taka hana. Bróður hans gaf hann góð ráð hana. Það vill sennilega bara fá hann bara inn fyrir í skallan. Já. Þannig að hvað gerist? Þetta rétt framhjá. Fín spilna þarna en rétt framhjá fór hann. Já, hér sjáum við skiptingar hjá Völsungi. Það eru Rúnar Þór og Ófegur Óskar sem fara hér af velli og Halldómar Einarsson og Ásgeir Kristjánsson koma hér inn á vellin. Báðir 98 módel, það ég held. Það ekki hár meðalaldurinn inn á vellinum í kvöld. Nei, hefur verið hærri. Bjarni vinnur hérna boltan á miðunni, finnur Petta. Danni fær hérna boltan, geysist upp, en Atli gerir vel í að verjast. Fín vörn hjá Tóma. Já, Tommi búinn að vera að lokka þessu vel núna. Davíð fær boltan hérna. Davíð mitt mikill Morgan Frímann maður, hann að vera að horfa myndirnar mikið með honum upp á síkastið. Hlustar líka mikið á stuðmenn. Já. Kollega sinn Jakob Frímann þar. En hann búinn að standa sig vel í leiknum í dag. Hann búinn að vera mjög góður. Sigvaldi sendur aftan með boltan. Finnur hérna Bjarka. Bjarki vill fá aukaspyrnu, fær ekki. KM geysast henni upp í sókn. Frosti fer hérna. Missar hann langt frá sér og Bergur skýlir honum hérna aftur fyrir. Frosti hefur ekki komist alveg inn í þennan seinni hálfleik. Nei. Við viljum sjá aðeins meira frá Kauða. Hann á nóg inni. Hann á hellinginni. Alex sparkar hérna út frá marki Völsunga. Góður bolti sem mynd á Halldór. Og Völsunga fá innkast. Hérna Davíð nær boltanum. Leysir vel úr þessu. Fannar leiðir eitt langan en það fyrir bara beint á Berg. Og Guðmundur Óli finnur hérna Sigvaldi aleinn vinstra megin. En boltinn var ekki alveg nógu góður. Tómi gerir þetta vel. Með lasatört. Atli fær í boltan, skilur hann aftur á Sigvalda. Vel gert hjá Atla. Tommi enn mættur hann til þess að stöða sóknum baka aftur. Atla gert hjá Danna. Völsunga reyna að pressa hérna á. Ágúst hann aðeins ákafur og Dotti dæmir á þetta. Bergu vill fá hörku í leikinn og ósóttu með Dotta þarna. Dotti lætur ekki vaða yfir sig. Nei. Dotti auðvitað vanur Pepsi-deltadómari. Kann sitt fag. Kemur í langur bolti fram. Enn og aftur fær Bergur hann í östu línu. Lendir í smá vandræðum með touchi en vinnur innkastið. Herðu, pressa. Fín pressa. Herðu, smá þóf hérna en Völsungar fá boltan að lokum. Bjarki þetta missir hann, Danni með góða vörn. Danni gerir þetta virkilega vel. Ágúst ákveðinn og vinnur boltan hérna, Tóma finnur Geira í fætur. Geir einu skot, en framhjá fyrir boltinn. Já, hérna opnaðist aðeins og Völsungar. Já, þetta var fín skyndisvon hjá þeim. En skotið var ekki alveg nógu gott. Nei.
Aron Dagur ekki þurft að gera mikið í dag. Nei, spark í loftinu okkur sinnum. Þarna kemur þetta á kallinum. Já, hann búinn að stilla fótinn af. Það góðu bolti þarna hjá Danna. Engin ráðstafa. En Týri missir hann langt frá sér í snertingunni. Spennt inn í hlaupaleiðina hjá völsungsmanninum. Ívar mættu til þess að taka engastið alveg við hotfónan. Það að taka langt sýnist mér. Já. Það var nú bara svona milli. Það var bara ágætis mynd. Herru, það var alltaf oppi hérna vinstra megin en laus sending hann hjá Guðmundi en Danni ætla sér aðeins svo mikið og í staðinn koma Völsungar í sínstón. Herru, Ásgeir fljótur. Vel gert hjá Aroni Neuer. Aron á tánum. Það ekki búið að vera mikið að gera í búrinu en hann búinn að mæta á þá bolta sem hann þarf að mæta á. Já. Boltin ekki farinn. Herðu, og Ásgeir, eins og ég segi, hann eldsnöggur þessi drengur. En aftur Aron Dagur á tánum. Klaufaleg sending hjá Dabba. Ennur Ágúst að vinna boltan. Ekki missa hann. Danni búinn að vera virkilega öflugur á miðjunni í seinni hálfleik. Petti þarna klikkar aðeins. Guðmundur með boltan. Hann rann hann aðeins í sendingunni. Já. Og því endaði hún út af vellinum. Gaman að sjá Dodda í gulu í dag. Já. Það fer honum vel. Þórsarinn kominn í gult. Já. En er hann ekki samherji? Jó, sennilega skráðu þannig. Já. Herru, Káamenn hérna. Þetta angstöðu með alla. Káamenn ekki hérna að opna. Góðu bolti hérna á Lexa, beint á Bjarka. Virkilega gert hjá Bjarka. Sem virðist þó að meitt sig eitthvað við þetta. Eða þá hann mjög þreyttur. Hjá Geiri, Geira. Keiri hérna á. En eins og klettur hann í bakverðinum. Já, við skulum ekki nefna klett, við erum með klettun á Berni og Völsungi, hann eins og veggur hérna. Afsakaðu þetta. Frosti finnur ekki Petta. Og Völsungur getur fara aftur í hraðasól. Hér sjáum við Ágúst Keirin völlin, með Sigvalda vinstar með sig. Finnur hann. En ef við verðum að bjóða Sigvalda upp á eitthvað. Fekk hann að væna Ollara frá Tóma. Nei, hann réðst ekki að við. Jú, þetta var bara smá stjökun. Bergur kemur háanboltar inn en Davíð næra flikkur aftur á Aron. Snirtilega gert hjá Davíð. Aron finnur Bjarna í fætur. Völsungur pressar aðeins núna. Já, Káa á í smá eruleikum með að leysa úr þessu. En fá hérna aukaspinnu. Lítið verið færi núna upp á síðkasti. Já, í rauninni síðan að Káa fengur þetta víti þá hefur lítið verið að gerast. Petti kemur mjög djúpt vill á boltan, fær hann ekki. Staðinn fær Týran á vinstri kantinum. Gummi neitar að senda boltan í jörðinni. Halldór Keiri hérna og Ívar ítir aðeins í bækjáðunum og vinnur innkastið. Þannig að Völsungar fá innkast alveg fyrir hotdóran. Þannig að spurning hvort reyna að dæla þessu inn í að senda stuttan. Þarna fer af Ásgeiri sennilega Byggja hugmyndum hvort hann dæma. Þeir fá markspinnuna. Káamenn. Húsvíkingarnir eru ekki sáttir með þetta. Nei, það var smá reykjastefna hann á dómuna temminu. Jói ekki ánægði með þetta. Jói þjálfari Völsunga. Kallar hann með þess að línuverði í stæðan fyrir aðstofdómara. Það einn mesta móðgun sem hægt að gera aðstofdómurum. Herru, hér kemur kletturinn inn á. Bjarki tekinn af velli.
hann var nú eitthvað aðeins að stinga við á hann. Þannig að það er leiðilegt að sjá hann fara velli. Flottur leikmaður. Þeir hafa verið duglegir að finna hann í fætur á miðunni. Nú þurfa að finna einhverja aðra lausnir. En við sjáum þá Berg færa sig upp á miðuna og Kletturinn fer í miðurinn. Hann er tonn af reynslu. Þannig að það er spurning hvað hann getur komið inn í Leik Völsunga hérna. Seinna áleikinn. Aron með góða spyrnu fram. Bjarni fer einnig upp í þetta, skallar upp í loftið. Gummi vinnur hér boltan, Frosti stingur við. Ég hugsa Frosta hefði viljað fá aukaspyrnu þarna. Já. Fær hann Gummi aftur í sig hér? Nei. Oft lagast maður að meiðslum þegar maður fær boltan. Já, sást hjá Frosta þarna. Já. Tommi hérna í... Það er bara að glíma hérna. Þannig að ekkert þetta mikil baráttu núna. Tommi gefst ekki upp. Já, þetta... Dotti neitar að dæma aukaspyrnu. Já, Frosti kemur hann upp bara með einn. Bjarni finnur hann í lappir. Hvað gerir Frosti? Fer hérna í... Reynir fyrirgjöfuna en Sigvaldi fer fyrir og það er hotspinna. Það hafa verið hættulegar hotspinnunar hjá Petta í kvöld. KFM unnið flesta bollan inn í teig, þótt að hafa ekki alltaf ratað á markið. Það hafa verið hættulegar hingað til hotspinnunar. Allavega hættulegar vítaspinnunar. Það fer í gegnum allt og... Fannar fær hann á vinstri. Aftur kemst Fannar í ágætisfæri. Já, fær hann alltaf á fjær. En þessi fór... Lært að staðsetja sig þegar hann var í markinu. Já. Veit hvað lausasvæðin eru inn í marktegi. Eða vítateg segja ég. Völsungarnir spila út, já, finna hérna í gegnum fyrstu pressinu í kamerunum. Þetta var hálf kröfuleg pressa að káa. Halldór hérna með boltan. Ásgeir kemst í hann. En... Fannar... Kemur mislukkaði sendingu. Hér geta káa með refsa. Hvað gerir Frosti hérna? Fyrir á vinstrivótinn. Það er ekki áka. Danni færði fyrir utan. Danni góður skotmaður. Fyrir og þetta hlýtur á mark. Já. Frosti skorar. Hann eiginlega byrjaði þessa sókn líka. Já. Og getum við fengið endursýning á þessu eða var það þessi takki? Ég þori ekki að íta neitt. Varst að fylgjast með á hann? Það er nú ég vonandi ekki hún að klúra þessu. Ekki gera neitt með hann, ég skal tjekka hvort þetta sé í lagi. Þetta var smá klöfulegt hjá mér. Við fáum allavega ekki endursýningu. En hérna er Völsungarnir. Missa boltan. Og Kletturinn annar fyrir. Hinum minn er að veggurinn. Vel gert að Tóma. Finnur Áka sem er komið mjög djúpt hana. Já, Petti hérna sendi fyrir aftan Tóma. Tómi nær honum samt. Og Petti fær hérna upp við hotspinnan. Finnur Bjarna, fallega gert. Bjarni kemur fasta fyrir. Vantaði hlaup þarna inn. Áki og Týri aðeins á staðir hana. Já. KFM pressaði hátt hérna Völsunguna í innkastinu. Dotti vil ekki fá Völsunguna framar. Já, KFM vinnan hann heldur öðvöldlega. Bjarni og Danni spila sín á milli. Fannar finnur Ívar. Það er alltaf laust hérna hinum megin. Bjarni kemur með sendinguna og seint. Sigvaldi kemst hérna á milli. Völsungarnir getur núna sætt svo trætt. Bergur missar langt frá sér. Bjarni vinnur hann aftur. Og verðist meiðast sig eitthvað.
En leikurinn heldur áfram. Petti fær í ágæðsunu stöðu. Það var vel gert að Tóma, fær ekki aukaspinnu. Nær hann að tækla Frosta í leiðinni. Já. Frosti selur sig þannig að klaufalega gert. Já, Völsungar leys ágætlega úr þessu. Já, vel spilað. Bergur færi boltan munda vinstri mótin, kemur skiptingun yfir. Fín skipting. Erðu. Það var einhver dæld hann í grassinu. Já, það var einhver dæld eða þúa sem við sjáum ekki hérna í nýja grassinu. Með mér sérfnilega hrifnir af því. Erðu, kemur góð bolti fyrir Ásgeir, stingur sér. Új, hann sleiki fjærstykkjuna. Þetta var sennilega besta færi Völsunga í leiknum. Já. Virkilega falli fyrirgjöf. Kámi reyna að spila á þessari pressu á Völsungum, hann vantar í pressuna. Fannar hérna reynir skiptinguna yfir á Frosta. Frosti nær honum, Tommi býður síðan úti. En Danni fær hann, Danni leggur hann fyrir sig. Missir touch aðeins svo langt frá sér. Finnur Petta, Petti reynir einhverju skrautsendingu sem endar hann á Áka. Og kletturinn skallar hann aftur á Alex. Það ágætið svona hjá Káminum. Alex sparkar hérna og hann endar út af. Kannar Kámin fá engastið. Vel gert hjá Dabba, finnur Tóma hérna uppkantinn. Guðmundur Óli reyna að stoppa, fallegu snúningur hérna hjá Tóma og góð sending. Nú vantar einhver meðanvinnin teig. En Áki fær hornspinnu. Skemmtilega að spila hjá Tóma og Áka. Pettur honum þreytur í fætinum að taka allar þessar hornspinnur. Spurning hvort að Völsungar ná að dekka Fanna núna. Verðast allir boltar enda í honum. Kemur hár á fjárstöngina eins og áður, en þá er það Daniel bróður hans sem er mættur. Og boltin er ekki farinn. Boltið höfður við loftið þarna. Völsungarinn á boltanum. Getur núna kert hratt. Allt laust hérna yfir. Hann flækist fyrir hérna Guðmundi boltinn. Missar hann til Kámanna. Leikmenn aðeins byrjar að þreytast. Áki fær hann í skotið en hann skýtur framhjá. Hér kemur skiptingi á Völsungi. Gauti kemur hérna inn í miðurinn fyrir Freyþór. Það var lúmsk skipting. Já, þetta var mjög lúmst. Það er auðvitað að sjá þetta. Fannar fær aukaspinnu. Ódýrað að Völsungum finnst. Virðist vera að fá krampa. Hann er náttúrulega vanur að fá bara að standa kjöri í markinu. Já, hann er sennilega aldrei hlaupið svona mikið í einum leik. Það tekur á að hreyfa allan þennan massa. Jú. Þannig kemur langur bolti að Dabba. Bolti beint á Frosta. Petti fær hann. Finnur Fannar í fætur. Völsungarnir færa liðið ofar. Allavega hlut að því. Já. Það væri gaman að fá markið að hluta. Glemdu við ekki uppfæra? Já, stöðuna.
Það er rétt hjá þér. Já, ef við gætum það nú. Annars hann er ekki hérna inni lengur. Nei. En staðan er allavega 3-0. Já, þið verður bara að treysta okkur með það. Það er engin lygi á bak við það. Bjarni ætla sér aðeins svo mikið þannig á miðinni en Frosti bjargar honum. Þetta er virkilega vel gert, finnur Petta. En Petti finnur ekki Áka. Smá miskilningu þeirra á milli. Við spila hættulega leikjarnar Völsungarnir. Já. En og komast ekki alveg upp með það, hvað mun vinna boltar hérna. Týri gerði það virkilega vel. Skemmtilega gert hjá Áka. Hvað gerir Ívar? Ívar. Klettur inn á sínum stað. Já. Það er ekkert grín að hlaupa í gegnum Klett. Það er bara þannig. Atli vill fá hann á vinstri, setur hann inn fyrir. Davíð gerir vel. Ágúst hérna hristir Tomma af sér. Er komin í fínt færi. En hún bregst bólistinn og skýtur þetta framhjá yfir, er þetta við skalla bara. Þetta var erfitt færi með Dabba svona nálægt sér. Já. Hér sjáum við Týra vinstra megin, reynir að finna Áka en Gauti stöðar þetta. Og þetta er aukaspyrna. Já, ég held að Sengin að fara kvart yfir því. Hér kemur skipting hjá Kápunum, það er Fannar, hann er hann eitthvað þreyttur. Inn á kemur Brynjar. Þannig að þá munum þeir bræður vera í hafsendum. Hér eru líka skiptingar í Völsungum, það er Óli kemur hérna aftur inn á og svo sýnst þetta með nú er Kristján. Ungur strákur í Völsungum. Það eru frjálsa skiptingar hér í kvöld. Já. Svipaði handbolta. Bara þannig Davíð og Brynjar spilaði mitt á til Skaganum saman daginn og heldur það reynu og vilja nú örugglega halda reynu hér í dag líka. Og fara hér báðir inni til þess að reyna að skora. Boltinn frá Petta kemur hérna inni og það er Kletturinn sem tekur hennan. Ja. Bjarni brýtur hana skynsamlega á sér. Þetta er Daniel. Fyrirgefið, Danni. Atfyrum hana brot. Frosti pressaði þetta vel. Þetta er klaufalega gert. En vel gert hjá Guðmundi að bjarga þessu fyrir hótt. Kletturinn kemur góða skiptingunni yfir á Sigvalda. Völsungar reyna að halda aðeins í bolta núna. Guðmund kemur með háan yfir á hægri kantinn. Já, hann er Daniel einmitt komin inn og líka Völsungum. Þetta var vel gert hjá honum. Og færa aukarspyrnu. Brynjar þarf að brjóta á sér. Binni vill láta vita hans í mættun inn á. Lætur vita af sér. Það er sennilega ekki mikið eftir á þessum leik. En einungis Doddi Hjaltalinn veit nákvæmlega hvað sem mikið er eftir þér. Já, við klikkuðum á tímanum. Kemur góður bolti Óla. Og Danni er fyrstur á boltan. Og það er hætta. Danni með skotið en vel varið Aroni. Aron verið örgur í dag í sínum aðgerðum. Finnur hérna Brynjar. Aron tók einmitt þátt í því að halda hreinu á móti Skaganum og hann er ekkert á því að fá sig mark í kvöld heldur. Hinn markmaðurinn okkar hélt einmitt líka hreinu í þeim leik og hann er í kvöldur hann á kamerunni okkar. Já. Mjög fín maður. Mjög fín. Óli vinnur hérna boltan. Verst eins og Hrannar bróðir sinn. Hrannar er mjög þekkt við mjög góðan varnarleik. Hann har lært þetta á honum. Óli kemur hérna boltan inn fyrir og hann er dæmdur rangstæður hann Ágúst. En þetta hefði nú verið fallega gert hjá honum. Þetta hefði verið löglegt. Óskar ánægði með Tom Álendur að vita því. Óskar spilar einmitt á öfum kanti miðað við Túfa. Svo þeir ná yfir breiðara svæði á vellinum, þeir hrósamönnum.
ólík sjónar. Já. Völsungar aðeins að ná halda í bolta núna. En lega ég segi þetta að missa herra, Óli hérna, setni í Danna. Danni öskrar aðeins. Nú er þetta bara vont en ekkert meira það. Petti og Áki, Herðu. skemmtilega gert. Og rétt framhjá. Hún fær hotspinnu. Hotspinnu, vel varið hérna hjá Alexander. Það var skemmtilega gert hjá Áka Já. og Petti með fína sendingu á hann. Káamenn fá núna hotspinnu. Fyrst ætlaði að gera skiptingu. Það er Áki sem fyrir út af það ekki. Jú, Áki fyrir út af. Vítaskiptan. Sá nú ekki alveg hvað kom hann inn á. Nei, ég mista því. En Petti tekur hérna hotspinnuna. Og þeir fá aðra hotspinnu hinum einn. Já, Völsungur fær markspinnu. Já, ég get nú ekki séð betur en sé Stefán hérna sem er komin inn á. Já, það er sjálfsögðu. Ungur efnilegur leikmaður. Með góða makka. Já, fátt betra góða marki sko. Alexander kemur með boltan fram völlinn. Tveir risar kljástafnir skalla yfir. Herðu, völvarnir er hann að sleppa henni í gegn, en Tommy vekkur mættur sín stað. Og Aron hann búinn að læra á hæðina, sparka honum fram. En hann var of langur fyrir steppa. Völsungsmenn bjóða hættuna heim, en Alexander er mættur á tánum. Ívar gerði ágætlega, Finnur Brynjar. Já. Káa leysir þessa pressu nokkuð vel, já. Finna hérna svæði á vinstri kattinum. Týri, vel gert hjá Týra. Vel gert. Sendingin ekki alveg nóg góð, en þeir fá hotspinnu. Eigum við að velja Káamann leiksins eða? Ertu með eitthvað? Einhverjar hugmyndir? Einhverjar hugmyndir? Já, það eru nokkri búin að vera solid hérna í kvöld. Petti er búin að eiga hættulega bolta í dag og Davíð og Fannar voru öruggir í vörninni. Já. Týri búin að eiga marga spretti vinstri. Já, var sérstaklega sprækur hérna í fyrirháleik. Úff! Þarna hvað var þetta ekki Steppi sem var að skalla þarna? Var þetta Brynjar? Sáðu nú ekki alveg, en þeir náðu nú alls að þetta með góða markværslu. Og enn einn hotspinnan. Fannar er nú ekki inn á núna til þess að mæta á fjárstungina, en það voru aðri mættir þarna, en Völsungsmenn náðu að bjarga þessu. Já. Petti hérna býr sem þetta ekki spilna. Kemur með hana. Nei. Hvað? Brynjar axlar hann hana. Bjarni kemur boltan aftur fyrir. Og Alex er mættur. Brynjar ætla sér að skora í þessum leik. Alex neglið hana fram. Ívar, vel gert við Ívari. Kemur góður bolt hérna fram. Góð snerting í Áskeri. Áskeri keirir hérna á vörnina. Vill sennilega fá eitthvað. Nei, fær ekki neitt. Steppi finnur Steppa. Steppi fær bolta hérna. Finnur Petti finnur Steppa aftur, vel spilað. Og hann fær aukaspinnu. Klauvar eftir.
Stebbi var sennilega búinn að missa boltan frá sér. En það í reynslu aukaspinnu hana. Já, þótt hann sé ungur árum. Petti snöggur að hugsa og ágætisbolti en Alex næra klófesta hennan. Vel gert hjá Alex. Hann búinn að standa sig vel eftir hann kom inn á. Já, það ekki hægt að sjá að hann sé búinn að vera í frí í 9 ár. Varði til að mynda, ég hrósa hann kannski aðeins og snemma. Þetta annar boltinn í kvöld sem hann að taka niður. Þannig að það vel gert hjá honum. Hann var sannlega að reyna þetta. Já, hún finnst þetta gaman eins og sást í fyrir áleik. Já. Hérna Ágústur ákveðin og ræðst á Tómas. En sleppa með þetta. Guðmundur hérna og nóg eftir á táknum. Sendir hann á Ásgeir. Ásgeir sendir hann yfir á Daniel. En það er náttúrulega smá klöfulegt þarna Daniel með alla línuna. Hann var reyndar að reyna að koma sér út úr rangstöðinu. Já, sendingin kannski komið hann aðeins og seint. Aron spilar stutt út úr þessu á Bjarna. Og þá það Ívar. Já, ennþá góð vinsla í Guðmundi, vinnur hérna boltan fyrir Völsungsmenn. En KA-menn komnir aftur með hann. Hann fer hérna lið á milli í augnablikinu. Og Tommi ætla á aukaspinnu, fær ekki og þetta er hotspinna. Völsungar gerir sér líklega undir lokina að reyna tróðin marki. Við heyrist vera 3 mínútur eftir. Já, ekki mikið tafir í þessum leik. Nei, góðu bolti hjá Óla. Og Aron ver Gauti Guðbjörns þarna með skallan. En Aron er á tánum og tekur hennar bolta. Aron Dagur þolir ekki að fá sér mörk. Hann gerir sér minnst að því. Danni aleitt hérna á miðunni. Reynir skiptinguna. Já. Kemst við skila. Frosti hérna skila vorum á Ívar. Ívar reynir fyrirgjöfuna með hægri. Steppi nær það boltanum. En það vantar Árásson þegar hann týra á seinni boltan. Guðmundur reynir boltan hérna inn fyrir. En Brynjar mættur. Túfa kallar á sína menn að halda áfram. Já, bræðarnir spila hérna vel saman á miðunni. Gummi reynir að finna Ásgeir en Ásgeir missir á honum. Túfa þarf að sjálfsögðu að baka köku ef að KA heldur hreinu. Já. En Túfa finnst fátt skemmtilegra en að baka í mitt þannig að mikill bakari. Já. KA-menn leysa þessa pressu nokkuð vel. Bjarni fær boltann inn á miðunni. Skemmtileg sending, Frosti kominn inn í rétt fyrir utan teig. Nær hann fyrirgjöfunni. Tommi kemur í aðstofuna, Frosti vill ekki sjá hann. Leggur hann á Bjarna. En hann missir hann aðeins langt frá sér. Guðmundur sem fyrir mættur. Guðmundur hefur haft mikið að gera í kvöld en hefur gert hann býsna vel. Og nú fáum við sannlega skiptingu frá honum, akkurat. Góður bolti. En Ívar gerir vel. Kemur sér í innkast. Já, bolti fyrir hann aftur fyrir. Markspyrna.
Mögulega var þetta síðasta sjans Völsunga til að minnka muninn. Já, þá flautar Doddi til leiksloka 3-0 þó að taflan sýni annað. Já, taflan sýnir bara 2-0. Og það voru þeir Áki, Fannar og Frosti sem skoruðu mörk KM-ana. 2 víti fóru forgörðum. Já, við erum búin að gleyma hver klúraði þeim. Já. Þannig að ég vil bara þakka ykkur fyrir samfélgina í kvöld. Og minnum kannski aftur á leikinn á laugardaginn þegar að KA mætir Þór klukkan 3 hér í Boganum og hann verður að sjálfsögðu sýndur á KA TV. Stöðallara landsmanna. Já, sem þið náið einmitt á internetinu. Já. Við þökkum Rækó kærlega fyrir góða myndatöku. Og það ekki bara komið hjá okkur? Já. Góða nótt. Já. Þetta hér eða?